Danske Bank vinnur ekki lengur hagspárum íslenskan efnahag svo heitið geti. Krónan einangruð og óvissuþættir of margir, segir aðalhagfræðingur bankans. Ég vildi óska að við hefðum haft rangt fyrir okkur, segir aðalhagfræðingur Danske Bank spár bankans íslenskan efnahag. Hann segir að sér þykir leitt hvernig fór. Bankinn vinnur ekki lengur efnahagsspárum Ísland. Skýrslur Danske Bank íslenskan efnahag hafa á undanförnum árum verið kallaðar svartar. Svartsýnisraus, dylgjur og vanþekking var dómur íslenskra sérfræðinga. Illa grunduð skrif, sagði lektor við Háskólann í Reykjavík, rangfærslur og villtar fantasíur, sagði aðalhagfræðingur Kaupþings. Tilgangurinn ekki að stæra okkur af því að spárnar hafi ræst, segir Lars Christensen, aðalhagfræðingur Danske Bank. Og þó greiningardeild bankans hafi í stórum dráttum haft rétt fyrir sér þróun mála, þá hafi henni einnig stökusinnum skjáttlast til að mynda hvað varðar verðbólguspá. Lars segir að deildin fylgist með þróun mála á Íslandi, en vegna óvissu þáttana sé tilgangslaust að vinna spár. Vores opfattelse er det næsten meningsløst at lave prognoser for Island på nuværende tidspunkt. Útlitið sé svart og við þá spá hafi Danske Bank litlu að bæta. På det personlige plan er jeg selv dybt berørt af, hvor forfærdeligt det er gået på Island, og jeg vil sige, at jeg havde langt foretrukket, at vi havde taget fejl. Vi fik desværre ret, og det er jeg inderligt ked af. Lars segist ekki vilja blanda sér í innanríkismál, en engin efist lengur mistök fjármálaeftirlits og seðlabanka. Men det er klart, at der er nogen, der må tage et ansvar for det, der er sket. Hann undrast hvernig íslensk stjórnvöld skelltu skollaeyrum við viðvörunum. Stort set indtil dagen før det totale kollaps, og det kan vi undre lidt. Hvort menn axli ábyrgð sé ákvörðun yfirvalda.